Opinská umræða áhrif krabbameins á kynlíf getur átt þátt í að bjarga mannslífum, segir karlmaður sem sjálfur missti alla löngun og kyngetu eftir hann greindist með sjúkdóminn 30 að aldri. Hugrún Halldórsdóttir. Steinar Aðalbjörnsson gekkst undir skurðaðgerð fyrir 12 árum þar sem annað eyrstað var fjarlægt vegna krabbameins. Hann komst fljótlega til heilsu og þurfti hvorki að ganga í gegnum geisla né lyfjameðferð en að einhverjum tíma liðnum fór hann að finna fyrir skringilegum einkennum. Ég kem fáu í verk og það sem kannski hafði hvað mest áhrif á mig, neikvæð áhrif, var getan í raun til að stunda kynlíf og áhuginn til að stunda kynlíf. Maður fór að finna alls konar ástæður til þess að fara ekki að sofa þegar kærastan fór að sofa. Og svo var það líka þannig að maður fór bara að hugsa hvernig kemst maður út úr þessu. Hvernig getur maður bara hætt með henni til þess að þurfa ekki að díla við þetta. Þetta var svo þungt á manni. Steinar prófaði meðal annars stinningarlyf án þess að vera kunnugt rót vandans sem var minni framleiðsla testosteróns. Nú fær hann hormónasprautur á 7 vikna fresti og meðferðin skilar tilsettum árangri. 3-4 vikur eftir sprautu þá ég virkilega góður, virkilega sáttur við sjálfa mig og haga mér eins og ég á að mér og eins og flest fólk myndi gera. Steinar verður gestafyrirlesari ásamt sérfræðingum og öðrum sem gengið hafa í gegnum svipaða reynslu á ráðstefnunni Kynlíf og krabbamein sem Krabbameinsfélagið stendur fyrir á 5. klukkan 4:30. Talið að 50–70% krabbameinssjúklinga glími við einhvers konar kynlífsvandamál sem rekja má til sjúkdómsins eða meðferðar og því snerti þetta væntanlega marga Íslendinga. Þetta stundum bara spurning líf og dauða, vegna þess að ef karlmenn standa sig ekki í bólinu, þá þessi pressa sem við oft tíðum setjum sjálfur á okkur, við séum ómögulegir. Það eru þessi dæmi á meðal karlmanna allan heim að menn taki líf sitt þegar þeir hreinlega bara eru komnir svo langt niður vegna þess að þeir get ekki sinnt þessari skyldu sinni að standa sig í svefnherberginu.